Lúkasar guðspjall, 19. kafli. Jesús kom til Jerikó og gekk gegnum borgina, en þar var maður Sakkeus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann: Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu: Hann þiggur boð hjá bersyndugum manni. En Sakkeus sneri sér til drottins og sagði við hann: Drottin, helming eigna minna gef ég fátækum, og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann: Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þú líka niðji Abrahams. Því að mannssonurinn kominn að leita hinu týnda og frelsa það. Jesús sagði þeim sem höfðu hlýtt á hann aðra dæmisögu, því að hann var í nánd við Jerúsalem, og þeir ætluðu að Guðs ríki myndi þegar birtast. Hann sagði: Maður nokkur tíinborinn fór í fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði 10 þjóna sína, seldi þeim í hendur 10 pund og sagði við þá: Verslið með þetta þangað til ég kem. En landar hans hötuðu hann og gerðu sendimann á eftir honum til að segja: Við viljum ekki að þessi maður verði konungur yfir okkur. Nú kom hann aftur og hafði tekið konungdóm. Þá lét hann kalla fyrir sig þjóna þá hann hafði selt féð í hendur, til þess að vita hvað hver hefði grætt. Hinn fyrsti kom og sagði: Herra, pund þitt hefur ávaxtast 10 pund. Konungur sagði við hann: Gott, þú góði þjónn. Þú varst trúr í mjög litlu og því skaltu ráða fyrir 10 borgum. Annar kom og sagði: Pund þitt, herra, hefur gefið af sér 5 pund. Hann sagði eins við hann: Þú skalt og vera yfir 5 borgum. En kom einn og sagði: Herra, hér pund þitt. Ég hef haft það geymt í dúki, því að ég var hræddur við þig. En þú ert maður strangur og tekur það út sem þú lagðir ekki inn og uppsker það sem þú sáðir ekki. Konungur segir við hann: Illi þjónn, eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppsker það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki féð mitt í banka? Þá hefði ég fengið það með vöxtum ég kom heim. Og konungur sagði við þá hjá voru: Takið af honum pundið og fáið þeim sem hefur 10 pundin. En þeir sögðu við hann: Herra, hann hefur 10 pund. Konungur svaraði: Ég segi ykkur, hverjum sem hefur mun gefið verða, og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. En færið hingað þessa óvini mína, sem vildu ekki að ég yrði konungur yfir sér, og höggvið þá frammi fyrir mér. Þá Jesús hafði þetta mælt, hélt hann á undan áfram upp til Jerúsalem. Þegar hann nálgaðist Betfage og Betaníu við Oljufjallið, sem svo nefnt, sendi hann 2 lærisveina sína og mælti: Farið í þorpið hér framundan. Þegar þið komið þangað, munu þið finna fóla bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur: Hvers vegna leysið þið hann? Þá svarið svo: Drottinn þarf hans við. Þeir sem sendir voru fóru og fundu allt vera eins og Jesús hafði sagt þeim. Og þeir leystu fólan, sögðu eigendur hans við þá: Hvers vegna leysið þið fólan? Þeir svöruðu: Drottinn þarf hans við, og fóru síðan með hann til Jesú.
Þeir lögðu klæði sín á fólann og settu Jesú á bak. En þar sem hann fór, breiddu menn klæði sín á veginn. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið ofan af Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð, fagnandi hárri röstu fyrir öll þau kraftaverk þeir höfðu séð, og segja: Blessaður sé konungurinn sem kemur í nafni Drottins, friður á himni og dýrð í hæstum hæðum. Nokkrir fariseyjar í mannfjöldanum sögðu við hann: Meistari, hasta þú á lærisveina þína. Hann svaraði: Ég segi ykkur, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Og Jesús kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði: Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gera virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru, og ekki láta standa stein yfir steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma. Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá voru að selja, og mælti við þá: Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafið gert það að ræningjabæli. Daglega var hann að kenna í helgidóminum, en æðstu prestarnir og fræðimennirnir, svo og fyrirmenn þjóðarinnar, leituðust við að ráða hann af dögum, en fundu eigi hvað gera skyldi, því að allt fólkið vildi ákaft hlýða á hann. Lúkasar Guðspjall, 20. kapli. Eitt sinn var Jesús að kenna fólkinu í helgidóminum og flutti fagnaðarerindið. Þá gengu æðstu prestarnir og fræðimennirnir ásamt öldungunum til hans og sögðu: Segð þú okkur, með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim: Ég vil og leggja spurningu fyrir ykkur. Segið mér, hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu: Ef við svörum, það var Guð, spyr hann: Hví trúðuð þið honum þá ekki? Ef við svörum: Það voru menn, mun allt fólki grít okkur, því að menn eru sannfærðir að Jóhannes sé spámaður. Þeir kváðust því ekki vita hver fól honum það. Jesús sagði við þá: Ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Og Jesús tók að segja fólkinu dæmisögu þessa: Maður nokkur plantaði víngarð og seldi hann vínyrkjum á leigu, fór síðan úr landi til langtfalla. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjanna að þeir fengju honum hlut af ávexti víngarðsins, en vínyrkjarnir börðu hann og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann annan þjón. Þeir börðu hann einnig og svívirtu og sendu burt tómhentan. Og enn sendi hann hinn þriðja, en þeir veittu honum einnig áverka og köstuðu honum út. Þá sagði eigandi víngarðsins: Hvað á ég að gera? Ég sendi son minn elskaðan, má vera þeir virði hann. En vínyrkjarnir sáu hann, báru þeir saman ráð sín og sögðu: Þetta erfinginn, drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera við þá? Hann mun koma, tortíma vínyrkjum þessum og fá öðrum víngarðinn. Þegar þeir heyrðu þetta, sögðu þeir: Verði það aldrei. Jesús horfði á fólkið og mælti: Hvað merkir þá ritning þessi? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðinn að hyrningarsteini. Hver sem fellur á þennan stein mun sundur molast, og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og æðstu prestarnir vildu leggja hendur á hann á sömu stundu, en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögu þessari. Þeir höfðu gætur á Jesú og sendu njósnarmenn létust vera einlægir. Þeir áttu að láta hann tala af sér,
svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir spurðu hann: Meistari, við vitum að þú talar og kennir rétt og gerir þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist okkur að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En hann merkti flærð þeirra og sagði við þá: Sýnið mér denar. Hvers mynd og nafn er skráð á hann? Þeir sögðu: Keisarans. En hann sagði við þá: Gjaldið þá keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og þeir gátu ekki látið hann tala af sér í áheyrn fólksins, en undruðust svar hans og þögðu. Þá komu nokkrir saddúkear, en þeir neita því að upprisa sér til og sögðu við Jesú: Meistari, Móse segir okkur í ritningunum að deyi maður kvæntur en barnlaus skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður. Sá fyrsti tók sér konu og dó barnlaus. Gekk þá annar bróðirinn og síðan hinn þriðji að eiga hana og eins allir 7 og létu þeir engin börn eftir sig þeir dóu. Síðast dó og konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni? Allir 7 höfðu þeir átt hana. Jesús svaraði þeim: Börn þessarar aldar kvænast og giftast, en þau sem þykja þess verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi veröld, kvænast hvorki né giftast. Þau geta ekki heldur dáið framar. Þau eru englum jöfn. Þau eru risin frá dauðum og eru börn Guðs. En að dauðir rísi upp, það hefur jafnvel Móse sýnt í sögunni þyrnirunnan, hann kallar drottinn Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki hann Guð dauðra, heldur lifenda, því að honum lifa allir. Þá sögðu nokkrir fræðimannanna: Vel mælt, meistari. En þeir þorðu ekki framar að spyrja hann neins. Jesús sagði við þá: Hvernig geta menn sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Davíð segir sjálfur í sálmunum: Drottinn sagði við minn drottinn: Seti mér til hægri handar, þanga til ég geri óvinni þína að fótskorð þinni. Davíð kallar hann drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Jesús sagði við lærisveina sína í áheyrn alls fólksins: Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og ljúft að láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir mergsjúga ekkjur og hafa af þeim heimilið þeirra, en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. Lúkasar guðspjall, 21. kafli. Þá leit Jesús upp og sá auðmenn leggja gjafir sínar í fjárhirsluna. Hann sá og ekkju eina fátæka leggja þar 2 smápeninga. Þá sagði hann: Ég segi ykkur með sanni, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir. Hinir allir lögðu í sjóðin af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum alla björg sína. Einhverjir höfðu orð á að helgidómurinn væri prýddur fögrum steinum og heitgjöfum. Þá sagði Jesús: Þeir dagar koma að allt sem hér blasir við verður lagt í rúst, ekki steinn yfir steini eftir. En þeir spurðu Jesú: Meistari, hvenær verður þetta, og hvert mun tákn þess að það sé að koma fram? Hann svaraði: Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég, og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki, en þegar þér spyrjið hernað og upphlaup, þá skelfist ekki.
Þetta á undan að fara, en endirinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði Jesús við þá: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum, en ógnir og tákn mikil á himni. En á undan öllu þessu munu menn leggja hendur á yður, ofsækja yður, færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landshöfðingja sakir nafns míns. Þetta veitir yður tækifæri til að bera mér vitni. En festi það vel í huga að vera ekki fyrirfram að hugsa hvernig þér eigið að verjast. Því ég mun gefa yður orð og visku sem engin mótstöðumenniðar fá staðið í gegn né hrakið. Jafnvel foreldrar, systkin, frændfólk og vinir munu framselja yður og sumir yðar munu líflátnir. Og allir munu hata yður af því að þér trúið á mig, en ekki mun tínast eitt hár á höfði yðar. Verið þrautsegir, með því munu þér ávinna lífið. En þegar þér sjáið herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýið þau sem í Júdeu eru til fjalla, þau sem í borgin eru flytjist burt, og þau sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því þetta eru refsingardagar, þá allt það rætist sem ritað er. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum, því að mikil neyð mun þá verða í landinu og reiði yfir þessum líð. Menn munu falla fyrir sverðseggjum og verða herleitir til allra þjóða og framandi þjóðir munu fótum tróða Jerúsalem þar til tímar heiðingjana eru liðnir. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu falla í öngvit af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu riðlast. Þá munu menn sjá mannsonin koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og berið höfuðið hátt, því að lausn yðar í nánd. Jesús sagði þeim og líkingu: Gætið að fíkjutrénu og öðrum trjám. Þegar þér sjáið þau farin að bruma, þá vitið þér af sjálfum yður að sumarið í nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sjáið þetta verða, að Guðs ríki í nánd. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Hafið gát á sjálfum yður, látið ekki svall og drykkju eða áhyggjur þessa lífs ná tökum á yður, svo að sá dagur komi ekki skyndilega yfir yður eins og snara. En hann mun koma yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því allar stundir og biðjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsininum. Á daginn var Jesús að kenna í helgidóminum, en fór og dvaldist nætur á Olíufjallinu sem svo nefnt. Og allt fólkið kom árla á morgnana til hans í helgidómin að hlýða á hann. Lúkasar Guðspjall, 22. kafli. Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðana, svo nefnist páskar. Og æðstuprestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið Jesú af dögum, því að þeir voru hræddir við fólkið. Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Ískariot og var í tölu þeirra 12. Hann fór og ræddi við æðstuprestana og varðforingjana það hvernig hann skyldi framselja þeim Jesú. Þeir urðu glaðir við og hétu honum fé fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framselja hann þeim þegar fólkið væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom, slátra skyldi páskalambinu,
sendi Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði: Farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Þeir sögðu við hann: Hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá: Þegar þið komið inn í borgina, mætur ykkur maður sem ber vaskher. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandann: Meistarinn spyr þig: Hvar er herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn búinn hægindum. Hafið þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og stundin var komin, gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því ég segi yður, eigi mun ég framar neyta hennar fyrir en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gerði þakkir og sagði: Takið þetta og skiptið með yður. Því ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. En sjá, hönd þess mig svíkur er á borðinu hjá mér. Mannsonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin er, en veið þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á það hver þeirra myndi verða til þess að gera þetta. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. En Jesús sagði við þá: Konungar þjóða drottna yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur og foringinn sem þjónn. Því hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Er það ekki sá sem situr til borðs? Samt er ég meðaliðar eins og þjónninn. En það eru þér sem hafið staðið með mér í freistingum mínum, og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, að þér megið eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda yður eins og hveiti svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki, og styrk þú trúsiskinni þín þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann: Drottinn, ég er reiðubúin að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Jesús mælti: Ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú 3 hafa neitað því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá: Þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Þeir svöruðu: Nei, ekkert. Þá sagði hann við þá: En nú skal sá pingju hefur taka hana með sér, og eins sá mal hefur, og hinn sem ekkert á selji yfirhöfn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi ritning á að rætast á mér. Með illvirkjum var hann talinn, og nú er að fullnast það sem mig er ritað. En þeir sögðu: Drottinn, hér eru 2 sverð. Og hann sagði við þá: Það er nóg. Síðan fór Jesús út og gekk eins og hann var vanur til Olíufjallsins, og lærisveinarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá: Biðjið að þið fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, fjall á kné, baðst fyrir og sagði: Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kaleik frá mér.
en verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni sem styrkti hann, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdropar féllu á jörðina. Hann stóð upp frá bæn sinni, kom til lærisveinana og fann þá sofandi, örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá: Hví sofið þið? Rísið upp og biðjið að þið fallið ekki í freistni. Meðan Jesús var enn að tala, kom flokkur manna og fremstur fór einn hinna 12, Júdas áður nefndur. Hann gekk að Jesú til að kyssa hann. Jesús sagði við hann: Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þeir sem með honum voru, sáu að hverju fór og sögðu: Drottinn, eigum við ekki að bregða sverði? Og einn þeirra hjó til þjóns æðstapressins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jesús: Hér skal staðar nema, og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jesús við æðstuprestana, varðforingja helgidómsins og öldungana sem komnir voru á móti honum: Eruð þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja? Daglega var ég með ykkur í helgidóminum og þið lögðuð ekki hendur á mig. En þetta ykkar tími. Nú ræður máttur myrkrana. En þeir tóku Jesú höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðstapressins. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum garðinum og sátu við hann, og Pétur settist meðal þeirra. En þerna nokkur sá hann sitja í bjarmanum, hvessti á hann augun og sagði: Þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði: Kona, ég þekki hann ekki. Litlu síðar sá annar maður Pétur og sagði: Þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði: Nei, maður minn, það ég ekki. Og að liðinni það bil einni stund fullyrti enn annar þetta og sagði: Víst var þessi líka með honum, enda Galílegumaður. Pétur mælti: Ekki skil ég hvað þú átt við, maður. Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani, og Drottinn vék sér við og leit til Péturs. Þá myntist Pétur orða Drottins hann mælti við hann: Áður en hani galar í dag, muntu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. En þeir menn sem gættu Jesú hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: Þú ert spámaður, segðu hver sló þig. Og marga aðra svífirðu sögðu þeir við hann. Þegar dagur rann kom öldungaráðið saman, bæði æðstuprestar og fræðimenn, og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu: Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það. En Jesús sagði við þá: Þótt ég segi ykkur það, munu þið ekki trúa, og ef ég spyr ykkur, svarið þið ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar almáttugum Guði. Þá spurðu þeir allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá: Þið segið að ég sé sá. En þeir sögðu: Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans.